Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan er 10 og já, það er komið að næsta dagskrárlið, næsti viðmælandi réttara sagt, og línun er komin Helgi Sveinsson, Evrópumeistari í spjótkasti, heimsmeistari og gott betur en það. Þú ert ennþá titlar, er það ekki öllum helstu titlum dagsins í dag? Jú, ég held að það sé rétt hjá þér. Já. Reyndar er þetta nýbúið eins og ég sagði þér einhvern tímann að sameinaði flokkar núna og lenti í 3. sæti á síðasta heimsmeistaramóti, þannig að ég var ekki heimsmeistari þá en ég titla mig sem heimsmeistari í mínu flokki sem var laðið niður, þannig séð. Já, nákvæmlega. Þannig að það er ágætt. Já, en það er nú ekki vera núna á Evrópumeistaramótinu sem faran frá á Ítalíu og svona áður við förum yfir í þinn árangur. Það má segja þið voru 4 eða ekki að keppa þarna út í Ítalíu? Jú, það er rétt, við vorum 4. Og árangur ykkar allra var hinn glæsilegasti? Já, þetta er að vera flott lið sem við höfum og það eru stöðuga bætingar sem er alveg frábært. Þannig að það er fullt í gangi hjá okkur. Já, og það var meðal annars hérna kannski sem að, landsmið þekki ekki alveg að hún var að keppa á sínu fyrsta stórmóti, hérna hún Stefania Dani Guðmundsdóttir eða ekki? Já, það passar. Og hún bara gerði sér lítið fyrir og setti strax Íslandsmet bara? Já, hún náði að bæta sig hérna í sinni grein og það er náttúrulega bara alveg frábært. Og alveg helling inni, það er alveg ótrúlega gaman að fylgjast með framförunum sem er í gangi, sko. Já. Og svo var það náttúrulega hann Arnar Helgi Lárusson, hann gerði sér líka lítið fyrir og setti Íslandsmet. Já, það passar. Hann er í stöður í framför, það er ótrúlega gaman að fylgjast með honum, hann er búin að bæta sér mikið á þeim tíma sem hann er búin að vera í þessu. Menn kannski átta sig ekki alveg á eins og í hans keppni, ég veit að þú varst náttúrulega náður kannski ekki alveg að fylgjast með honum af því að þú náttúrulega þurfti sjálfur að keppa á fullu. Já, menn þurfa að vera ansi hraustir til þess að taka þátt í þessu. Já, það er alveg svakalegur efri skrokkur á þessum strákum sem eru í hjólastólunum og eru að ýta sér. Það veitir ekkert af til þess að ná að ýta sér almennilega að hafa eitthvað kjöt á beinunum, þannig að þeir eru hraustir þessi strákar. Og svo, þriði keppindi sem við eftir að koma inn á Hulda Sigurjónsdóttir, þetta er ekki fyrsta stórmóti hennar og hún heldur áfram að varpa kúlunni ansi vel. Já, hún stóð sér mjög vel, sko. Það er bara, hún eins og allir í hópnum, hún er búin að vera í stöður í framför og maður veit alveg hún á fullt inni, sko. Þannig að það er bara tímaspursmál hvernig það á eftir að springa út hjá henni. Já, varlega. En þá að þér sjálfum, Evrópumeistaratitilinn, nú er búið að sameina flokkiðinn. Já. Og það var búist við hörku keppni þarna á milli þín og var það ekki 2 aðrir sem að... Jú, það voru 2 aðrir, það var neitt frá Litáen og svo náttúrulega Normaður sem er búin að fylgja mér þessu stukkin allan þann tíma sem ég er búin að vera í þessu. Já. Þannig að það var skemmtileg keppni. Þeir bætti sér báðir. Já. Þannig að þeir voru alveg að gera sitt, sko. Og þið eru þá, það ekki heldur betur svona að byrja að þekkja svolítið vel? Já, við þekkjumst alveg þó að sé svona, það eru smá svona straumar hérna, svona keppnisfílingur á milli, sko. Við tölumst búinlega lítið við á meðan áður en að keppnin á sér stað og það er svona verið að mæla og pæla menn út og alls konar svona sálfræði hernaður sem á sér stað. Það er bara skemmtilegt, það er eitthvað sem ég liði fyrir, þannig að það er alltaf gaman að því. Í spjótkastinu sjálfi, þegar komið að svona stórmóti og svona efstu keppindur er að berjast, þá er það andlið þátturinn það ekki sem að skipti miklu máli? Já, þessi grein er svo tæknilega að þú lætur hlutina fara eitthvað ómikið í töðunar að verið, það æsið ómikið upp og þá nærðu náttúrulega ekki þeim árangri sem að þú vilt ná, sko. Það er bara þannig, það er bara að reyna að halda kúlinu og gera þetta almennilega. Þá einhvern veginn verður þetta allt auðveldara og maður nær að kasta þeim köstum sem maður er að stefna að og er að æfa fyrir.
En já, ef við förum yfir köstin hjá þér, þá var lengsta kastið, eða ekki 55,42 metrar. Já, það passar. Og það Evrópumeistaramót í þessum flokki. Já, það Evrópumeistaramót í þessum flokki, þannig að ég nú bara ótrúlega sáttur við það. Þannig að ég náði hérna svona auka markmiði sem ég vissi ekki af, þannig að það alltaf gaman að því. Já. En hvað kastaði Silfurhafinn? Silfurhafinn kastaði í síðasta kasti 52,70 minnum mig. Þannig að ég hefði nú ekki mátt vera lengra frá því en að hitta á það í þessu þriðja kasti sem ég kastaði lengst af því að ég átti ekkert lengra heldur en það. Nei, náttúrulega. Það voru erfiðar aðstæður og mjög mikil mótvindur og maður þarf að hitta rétt í gegnum vindin svo spjótið ofreisist ekki og farið út í einhverju vitleysu. Þannig að ég beitti mér öðruvísi og þetta var svona, það var gaman að hitta það. En já, svona framöndan þér eftir þetta mót, þú ert væntanlega svona undirbúið fyrir næsta stórmót sem já, ekki að minni kantinum? Nei, það verða einhver mót fram að því, það held ég allavega eitt erlendis núna í júlí, annars þetta að þræða keppnir hérna heima og reyna að setja upp eitthvað plan að keppa sem oftast og reyna að keppa þá við þessa heilbrigðis kastara sem hérna heima. Það alltaf gaman að keppa við þá. Þeir kasta alltaf lengra og ég setja alltaf upp fyrir mér áður en ég keppi við á hvað fá marga metra á mig í byrjun keppnunar og ef ég næja að slá það þá tel ég mig hafa unnið það, þannig að það alltaf gaman að setja þetta upp einhvern veginn. Já, löppin sem þú ert alltaf að nota, þið vantar náttúrulega ekki annan fótinn? Já, það vantar hægri meginn. Já, og hefurðu skipt oft svona löpp, ertu að nota sömu, þú ert með sér eða ekki svona keppnislöpp eða hvernig virkar það fyrir sig? Jú, ég með svona hlaupafjöður sem ég fæ frá Össur sem að þeir framlega og nú reynda búin að vera á þessari fjöðu frá 2012 þegar ég fór á Ólympíuleikunum í London. Og það nú fann að koma tíminn til þess að fara að skipta. Ég var með 2 fjaðrir í þessari ferð og prófaði nú hana nýju fjöruna ekki mikið. Ég vildi ekki vera að trufla tilfinninguna sem að frá fjörinni svona rétt fyrir mót, en ég kem til með að setja allt á fullt í að prófa núna og skipta yfir á nýtt. Þannig að þetta er bara prósess sem að svona aðlaga sig að. Já, nákvæmlega. En já, hérna svona núna þegar maður þarf að skipta þá þarftu það ekki að vera búin að æfa þessu mikið að venjast hverri löpp? Já, þetta eiginlega, hún alveg eins svo sem ég fæ þessi nýja, en það getur tekið alveg einhverjar æfingar að venjast inni, en þetta er voðalega svona líkt. Þetta er mismunandi stífleikar á fjöðrum og ég bara að fara í sama stífleika og sömu hæð og sömu uppstillingu á fæti eins og ég var með. Þú ekkert að vera að breyta því eitthvað mikið og búin að finna svona uppstillinguna sem hendar mér hvað best. Þannig að ég ætla ekki að fara í einhverjar ofurpælingar og reyna að finna eitthvað sérstakt akkurat núna. Það kannski ég gera það eftir Ólympíumótið. Já, nákvæmlega. En já, svona í lokin áður en ég sleppið þú væntanlega ekki fylgist með strákunum okkar sem eru núna út í Fraklandi? Já, maður alveg límtur saman sjónvarpi hérna, alveg öskrandi upp fyrir sig og lifandi sig inn í leikinn, þannig að það fer ekki fram með mér. Ég fylgist með öllum íþróttum, þannig að það er mjög gaman að sjá hvað þeim gengur vel. Nákvæmlega. Þetta er alveg frábært, sko. Helgi, svona í lokin áður en ég sleppið þá verði ég nú að spyrja þig. Þú ertu það ekki með eitthvað markmið svona í kasti í sumar eða viltu kannski ekki gefa það upp? Ég hef nú alltaf gefið upp þau markmið sem ég hef sett mér og ég hef aldrei verið feiminn með að láta þau frá mér. Mig langar til þess að vera fyrsti amputeraði maðurinn til þess að kasta yfir 60 metra og ég veit ég á það kast inni og ég hef kastað nálægt í á æfingum. Það er bara að ég ná að yfirfara yfir í mót og yfir í keppni. Já. Og skrokkurinn haldist svona tiltölulega góður og að ég þori að hlaupa almennilega á það og setja allt í það. Þannig að það er hann einhver staðar. Ég er bara
grafa djúpt og finna það á réttum tíma. Já, nákvæmlega. En, Þannig að, já, út frá því að þá ætlaði mér að sjálfsögðu að sækja gull á Ólympíumótið. já, að sjálfsögðu. Það ekki að spyrja því. Nei, það er ekki að spyrja því. Helgi Sveinsson, Evrópumeistari í spjótkasti, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangið sem allra best í sumar. Já, lítið, þakka kærlega fyrir. Þessar. Já, Helgi Sveinsson, frábær árangur hjá honum. En já, það er bara lygilega góður árangur. Hann er alltaf að ná hverju afrekinu eftir fætur öðru. Það er náttúrulega búið að breyta þarna einmitt flokknu sem hann var í og nú er þetta búið að fella hann niður og eins og hann kom inn á í viðtalinu og í daginn í dag þá er hann að keppi miklu sterkari flokki en hann var á sínum tíma. En næsti viðmælandi minn, það er formaður landssamband hestamanna, það er Lárus Ástmar Hannesson sem verður á línunni hér eftir smá stund. Eftir eina viku hefst landsmót hestamanna eftir slétta viku og hann ætlar aðeins að heyri í okkur hér eftir stuttum og fræði okkur betur málið. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.